recording og tökum upp þetta sem að tilheyrir þessari viku hérna sem að pólhjólið, kæling, tíðni, spönu spenna, afl, tap og nýtni og keyrsla samfasa rafala og svo hérna fer ég kannski seinna í eitthvað að þessum tímadæmum ef við höfum tíma fyrir það á eftir. En allavega förum við í þetta efni hérna, pólhjólið, og þá sjáum við það hér að uppbygging ristöðunsrafala, getur aðeins vindingafræðina fyrst líka, en hérna hvernig pólhjólið uppbyggt. Það sem sagt, við erum með járnið, hér eru sem sagt, þetta járn, þetta deikt járn sem að flytur auðveldlega sem sagt segulsvið, segulkraftlínur, og þetta byggt upp af þinnum til þess að minnka bæði segultregðutöp og hvirfilstraumstöp, og hérna við köllum þennan hluta pólkjarna, og síðan koma segulspólurnar utanum þetta, þannig að þetta í rauninni rafsegull, og síðan skiptist á að vera hérna norðurpól og suðurpól og norðurpól og suðurpól, og hér, þessi hluti hérna kallað pólskór. Hvaða hluti? Þessi hérna. Þessi hérna. Þetta skilar sig alltaf inn á upptökuna. Þannig að segulspólurnar hérna, þannig búum við til rafsegul, því að við getum verið stillt hversu mikinn styrk af segulmagni við höfum hérna út frá norðurpólum hérna. Segulkraftlínurnar fara frá norðurpól og inn á suðurpól, og ef við þurfum að framleiða meiri spennu út af rafalanum, þá þurfum við að auka segulmagnastrauminn sem að fer inn í þessar spólur hérna, segulspólur. Og við hérna eigum þetta pólhjól líka inni í 106, við skoðum það kannski á eftir. Ef að við hérna, já, svo þurfum við að átta okkur á því hvers konar hérna straum erum við með á ferðinni hérna. Hvort erum við með riðstraum eða jafnstraum hérna í þessum spólum? Nei. Sko, þegar við að búa til rafsegul, þá verðum við að vera með jafnstraum, og þessi segulmagnastraumur sem við sendum hérna inn á pólhjólið, hann jafnstraumur, og til þess að því að hér verður alltaf að vera sami póllinn, annaðhvort norðurpóll eða suðurpóll. Þetta verður alltaf sami póllinn. Í gömlu rafalum þá getur það víxlast vegna þess að þá eru tveir sleituringir sem við tengjum inn á, annaðhvort plús eða mínus, og þar getur sem sagt póluninn á jafnstraumnum víxlast, og þá myndum við snúa við segulpólunum hérna á pólhjólinu. Og oft eru einhverjir segulleifar í þessum segulpólum, og við getum jafnvel byrjað framleiðslu á rafalanum út frá þessum segulleifum. Það oft verið notað þannig. En ef þeir standa svolítið tíma, þá geta þeir orðið alveg segulleifalausir, þannig að þeir komast ekki í gang, þannig að þeir geta ekki farið að framleiða. Þá þarf maður að senda segulmagnastraum einhverjum hætti frá rafhlöðu eða rafgeimi einhvers staðar inn á kerfið, þannig að við getum vakið upp sem sagt segulmagnakerfið, þannig að við getum byrjað að framleiða. Og það höfum við lent í hérna í 106 til dæmis í rafala 2, og reyndar í sem sagt gamla rafalanum líka á segulmagnarvélinni sjálfri, hún misti líka segulleifar, þannig að hún framleiddi ekki segulmagnastraum inn á pólhjólið. Þar þurftum við líka að senda bara jafnstraum inn á affallsvæðið, sem sagt, milli C og D. Þá myndum við það póla, þannig að hún byrjaði að framleiða eftir það. Þannig að
Þetta atriði sem að menn hjá Landsvirkjun eru að fást við, að rafalar, þeir missa segulleifar, pólhjól missa segulleifar eða einhver hluti búnaðarins missi segulleifar og það þarf að vekja það upp og koma þeim í framleiðslu aftur. Og hérna sjáið þetta sem ég var að tala að sem að kolin tengjast inn á svokallaðan sleiturhringi. Maður stækkar það aðeins upp og hérna þetta. Þannig að á eldri gerðum af rafölum, þeir eru samt ennþá í gangi, eins og í vatnsaflsvirkjunum, þar eru þessir sleiturhringir og það eru kol sem að tengja jafnstrauminn inn í gegnum þá, af því að þetta snýst, pólhjólið snýst inn í rafalanum og við erum alltaf að fara sömu átt með strauminn í gegnum pólhjólið. Það bara jafnstraumur. Svo að hérna við getum stjórna því hvaða spennu við fáum út af rafalan, hérna út af þessum sáturvöfum. Svo að hérna við sendum mismunandi mikinn straum, segulmögnunarstraum, til þess að stjórna spennunni út. En tíðnin, hún ræðist af snúningshraðanum. Og hérna þessi formúla fyrir tíðnina. Það að þetta NS hérna stendur fyrir samfasa snúningshraði. Því að við erum að nota rafala oftast sem eru samfasa vélar þegar við erum með pólhjól sem eru með föstum segulpólum eða rafseglum sem að snúast og við framleiðum tíðni alveg í samræmi við snúningshraðan. Þannig að við getum reiknað út hvaða snúningshraða við þurfum að hafa á rafala til þess að framleiða ákveðna tíðni eftir í hvað byggingin á þeim segir til litla p stendur fyrir pólpara fjölda, hérna, litla p. Og þetta þurfum við að passa okkur á að stundum talað pólafjölda. Það tvöföld þessi tala, pólpörinn. Tvöföld pólpör eru pólafjöldi. Passið ykkur á því, á þessum hugtökum hérna. Í þessari formúlu þá erum við með pólpar hérna. Og við margfaldum tíðnina sem eru í sveiflum á sekundu sinnum 60 vegna þess að við erum með snúningshraðan í snúningum á mínútu en tíðnin í sveiflum á sekundu. Og deilum síðan með pólpara fjöldanum. Og við skoðum hérna töfluna muniði í fyrsta tímanum til þess að átta okkur á stærð byggingu rafalana og á þessum pólpörum hérna og pólafjölda, þess að það alltaf tvöfaldur fjöldi pólparana pólafjöldin hérna og við sjáum hérna að S eða NS þessi dálkur hérna, það samfastsnúningshraðinn sem að það ef það eitt pólpar eða tveir pólar þá erum við að snúa rafalanum 3000 snúninga á mínútu til þess að framleiða 50 Hz eða 50 sveiflur á sekundu, við kallum líka 50 rið og svo framvegis. Já. Á sjálfvirku vél? Já. Eru það þá 1500? Já, hún var við 1500 snúninga vegna þess að það eru 4 pólar. Já, eins og þetta pólhjól hérna Já. 2 pólpara. Þá við margföldum hérna í formúlunni 60 sinnum 50 þá fáum við 60 sinnum 50 rið þá fáum við 3000 og ef það eitt pólpar þá verður að snúa 3000. Ef það eru 2 pólpör eins og á sjálfvirku vélinni þarna inni með spennustillerum og hraðastýringunni þá verðum við að deila með 2 pólpörum og þá það 3000 deilt með 2 þá það 1500 snúningar á mínútu. Þess vegna aðeins meiri háað í henni, aðeins meiri snúningshraði heldur en í henni. Þar varum við með
3 pólpör eða 6 póla. Hún var hæggengari. Snerist þá bara á 1000 snúningum, af því að þá segjum við hérna 60 sinnum 50, 3000, deilt með 3 pólpörum. Og þá þurfum við bara að gera hana á 1000 snúningum á mínútu. Ljómandi, hvernig kælum við þessa rafala hérna inni? Já, það allt saman loftkælt. En í stærri rafalum, út í skipum eða annars staðar, þá hugsanlegt að þeir séu vatnskældir. Svo, þá það hérna, hvernig byggist upp spennan sem við framleiðum í rafalanum. Það hérna stuðull sem leiddur hérna út með ákveðnum leiðum hérna sem endar í þessum 4,44. Ég ætla ekki að fara nánar út í það, en þetta fasti sem við getum notað ef við vitum sem sagt hámarks segulkraftinu strauminn, þetta phi max. En í rauninni það sjálfsagt ekki gefið öðruvísi heldur en í einhverju dæmi. En við höfum í rauninni ekki dæmi sem við getum reiknað. Af því þessi tala yfirleitt mjög erfitt að fá fram. Og síðan þurftum við að vita stórt N sem vafningafjöldi. En þessir þættir, það sem sagt tíðnin og sem að við hérna erum að nota og segulkraftin, hámarksgildi segulkraftinu straumsins og vafningafjöldin ásamt þessum fasta sem 4,44 og getum við fundið sem sagt spanaða fasaspennu, sem sagt E kölluð íspenna. Þennan bókstaf lærðuð þið í kafla 12 í rafmagnsfræði 1. Það var spennugjafa. En skautspennan hins vegar kölluð stórt U. En hér ekki gert ráð fyrir neinum töpum. Þess vegna þetta notað. Þetta sem sagt framleidd spenna, fasaspenna. Og ekki gert neitt ráð fyrir sem sagt þessum töpum sem að eru í rauninni bæði viðnámið ef við sjáum það hérna aðeins lengra, þá sjáum við það viðnám í hér, sjáum við, það hérna RI, það viðnám í leiðurunum, í spólunum, í sátri rafalans og líka hérna eru sem sagt spanviðnám í leiðurunum líka. En svo sjáum við hérna U, þetta það sem við tengjum út af rafalan. Þetta kölluð skautspenna. Við notum þetta hugtak ekki neitt mikið, en þetta skýringin á því. Af hverju við segjum hérna EF? Hérna sem sagt þetta það sem að rafalinn framleiðir með þessa formúlu sem við vorum að skoða, en þá ekki búið að taka tillit til tapana. En þegar við komum hérna í UF, þá þetta orðin spenna frá rafalanum og þá búið að draga töpum frá. Þá þetta aðeins lægri spenna. Því að það fellur ákveðin spenna yfir innra viðnámið til dæmis hérna og síðan eitthvað spanviðnám hérna í leiðinni líka. Og hvað táknar þetta hérna? M. M stendur fyrir magnet, þetta bara segulmagnstraumur inn á pólhjólið. Þessi spóla hérna tákn fyrir pólhjólið í rafalanum og þetta jafnstraum hérna innan. Ok. Og þá skoðum við eitthvað fleira hérna. Það talað tíðni og spunnuð spenna, við erum búin að skoða það. Og síðan afltap og nýtni og keyrslan. Sem sagt, afltap og nýtni. Skoðum það aðeins hérna. Aflið, það sem sagt gefið á rafalögum sýndarafl. Það sem skráðir á merkiskilti rafala sýndarafl. Á eldri gerðum það stundum verið hérna eitthvað meiri merkingar á því, en þetta gefið upp til þess að þeir séu ekki
lestaðir, fullega lestaðir, straumlega meira heldur en straumlega sé sem sagt, þannig að þeir sé minni hætta á því að það sé verið að taka ómikið straum frá þeim. Þannig að í rauninni þegar við erum að aflkeyra eða kanna hvort að rafali skila því sem hann á að skila, þá þurfum við að mæla strauminn frá honum. Því að það getur verið fasvik í rásinni sem við erum með tengda sem álag og rafalinn getur verið orðin full lestaður, straumurinn komin upp í hámark áður en að raunaflsmælirinn sýnir hámark, skiljið. Því að ef það er fasvik í rásinni þá sýnir raunaflsmælirinn ekki alveg hámarkstölu. Hins vegar ef við sæjum einhvers staðar sýndaraflið, þar gætum við fylgst með því og eins ef við fylgdumst með straummælunum. Og hérna segir að ástæðan fyrir því að ástempluð afkastageta, sem sagt rafala, er sýndarafl en ekki raunafl, er sú að vélin getur verið fulllestuð straumlega séð áður en fullu raunafli er náð. Og sem sagt ef að við erum með spanálag, ef að raunastöðullin er minn en 1, það þýðir að við erum með spanálag. Sem sagt spanálag þýðir mótora eða einhverjar spólur eða einhver áhrif sem að veldur því að straumurinn er ekki samferðað spennunni. Til dæmis í spanálagi eða mótorálagi þá erum við með strauminn á eftir spennunni. Við segjum spóla senka straum. Þetta lærðum við í 200 áfanganum. Allt í góðu. En við sjáum þá út frá þessu sýndæmi hérna að hér erum við með 10 kW og sjáum það einingi hérna fyrir sýndaraflið er kilovolt ampere. Þetta er ekki vött. Þetta er margveldi straums og spennu, volt og ampere, 10.000 volt ampere og spennan 380 volt og við erum að taka 2 tilfelli þar sem að í A þá erum við með raunastöðulinn 1 en í B þá er orðið mikið fasvik og raunastöðulinn er komin niður í 0,5, kannski mikið spanálag eða eitthvað slíkt. Og þá er spurt hve mikið afl, sem sagt raunafl, getur rafalinn framleitt fyrir álagið í þessum tveimur tilfellum og hve stór verður straumurinn. Sem sagt þegar við talum afl, þá erum við að tala P eða sem sagt raunafl. Raunafl og afl, þetta er sama hugtakið. Passaðu ykkur á því. Ef við bara tala afl, það er verið að meina raunafl, sem sagt stórt P eða vöttin. Já. Og ef að við erum með sýndaraflið, við skulum athuga hvað er það sem að má lesta þennan rafala, þá setjum við sýndaraflið hérna og deilum með rótina 3 af því að við erum með þryggjafasa formúluna hérna, formúluna fyrir þryggjafasa afl og deilum líka með spennunni, þá einangrum við strauminn og fáum að hann er 15,19 ampere og við þurfum að nota hann. Þá ef að raunaflstöðullinn er 1, þá getum við margfaldað það hérna sinnum, við getum sagt þá að þá erum við með það sama og sýndaraflið. Þá erum við með 10 kW sem að hann myndi sína og ef við erum með 10 kW og kósinus phi er 1, þá erum við með straumálægið, það er 15,19 ampere. Það er sem sagt sami straumurinn og út frá sýndaraflinu. En í B, þá verður raunaflið bara 5 kW vegna þess að kós phi, raunaflstöðullinn, þar er hann 0,5. Við erum með mikið spanálag til dæmis í þessu og þá erum við með bara helminginn af aflinu, raunaflinu, bara 5 kW. En hvað erum við með mikinn straum? Ok, tjekkum á því. Setjum P-ið hérna sem 5 kW, 5 sem 10 þriðja, deilum við með rótina 3, spennunni 380 voltunum
og raunaflsstöðlunum 0,5 og sjáðu, þetta sami straumurinn 5,19 ampere því að hluti af þessu straum fer í til dæmis það að segulmagna rafalana og þetta straumur sem ekki fasar með spennunni. Straumur sem að þarf að nota í að segulmagna mótora eða segulmagna einhverjar spólur, eitthvað spanálag eða eitthvað slíkt. Getur verið. Eða það algengast að þessi straumur fari í það. Þess að þetta, með öðrum orðum, að rafalinn hann fullestast straumlega séð í bæði skipti, en raunaflið mismunandi mikið. Út af fasvikið þarna allt annað, miklu meira fasvik í B-liðnum. Raunaflsstöðin þar sem sagt 0,5. Síðan það töpin. Tapið í þessu eru núningstöp, járntöp og eirtöp í rafala. Og eitt mikilvægt atriði sem við þurfum að læra vel, það að eftir því sem að álagsstraumur eykst, þá breytast töpin, sem sagt eirtöpin, með straumnum í öðru veldi. Samkvæmt þessari formúlu hérna. P jafnt og I í öðru sinnum R. Það getur vel verið að þið verið spurðir að þessu fyrir að síðar. Við varandi hérna eirtöpin og straumhitatöp í spólum. Því að þetta er mikilvægt. Og nýtnin, þið þekkið þetta að P út deilt með P inn, það vantar hérna aðeins, hún sýnir ekki hérna, það eitthvað að hérna, þessu, ég veit ekki hvort ég get lagað þetta, sjá, hvort ég get lagað þetta hérna, reyna að stækka þetta hérna aðeins, já, býtum við, nei, þá hverfum bara formúlan, sjá hvort ég get lagað þetta, það er þetta hérna neðar. Það er ómögulegt að vita hvort að þetta lagast hjá mér hér. Nei. Við sáum þarna glitta í P inn. Þannig að þetta er P útdeilt með P inn. Sáu það. Og nýtnin á svona rafvélum, til dæmis eins og þessum rafala, getur verið frá það bil 87% í litlum rafvélum eða rafvélum upp í það bil 98% í stórum rafvélum. Og orkan sem tapast, hún breytist í varmaorku og þetta er hluti af þessu flyst burt með kæliloftinu eða vatnskælingunni. Eða þetta fer í að hluta til í að hita einstaka hluta vélarinnar. En svo þurfum við að passa upp á það að kælingin verði nægileg, þannig að hitin má ekki verða það mikill að einangra efnið í vöfunum í sem sagt sáturvögunum, vírnum þar, einangrunum þar, hún má ekki hitta það mikið að hún skemmist og það er hægt að skoða það betur fer eftir í hvað hitaflokki rafvélin er, hvað hitinn á sáturvindingunum má verða mikill. En þetta verður fjalla betur í næsta kafla mótoruna. Ljómandi. Þannig að ef við keyrum saman rafala, við skoðum fyrst ef bara einn rafali er í keyrslu, að þá til að byggja upp spennuna frá honum, þá sendum við segulmagnastraum og það endar með því ef við höldum áfram að prófum að senda bara alltaf meira og meira segulmagnastraum að pólhjólið það fer í segulmettun. Við getum ekki
framleitt endalaust hærri og hærri spennu út af rafalanum vegna þess að járnið í pólhjólinu það flytur bara ákveðin mikið af segulkraftinu straumi. Þess vegna kemur fram hérna segulmettun. Og svo hérna með tómganginn að það afl sem þarf til að knýja rafalinn í tómgangi það jafn stórt og núningstöp og járntöpun til samans. Og þessi töp eru oft líka kölluð tómgangstöp. Síðan þegar við setjum álag á rafalann þá draugum við straum frá sáturvögunum og við erum að passa bara upp á það að við fullestum rafalann ekki meira eða sem sagt hann verður fullastaður strömmulega séð áður en við tökum sem sagt fullt raunafl út af honum vegna þess að við getum verið með fasvík í rásinni og við förum ekkert í svona þessa vektormyndir, þar eru teknar í síðasta rafmagnsfræði áfanga en við sjáum hérna álagið tengist hérna, það er bara sýndur einn fasi hérna, yfirleitt erum við að tala um 3 fasa álag og þá erum við bara með 3 sett af svona spólum og við erum með ýmist, þetta er tákn fyrir raunálag en síðan getum við líka verið með mótora eða spólur og þá erum við komið með fasvík og ef við tengjum saman síðan vélar að þá getum við verið með mismunandi spennuframleiðslu og framleitt þá á milli þeirra ákveðin launstraum og við þurfum líka að passa okkur á því að við erum ekki með óþarfa launstraum á milli rafvélana þegar við keyrum með þeir saman eins og í samfössunar tengingum og þannig að þá gætum við verið að keyra óþarfa straum á milli rafalana hérna sem er bara kemur vegna þess kannski að við yfir segulmögnum annan rafalan óþarlega mikið og þá gæti það bara enda með því að við færum í að straumurinn á öðrum rafalanum er komin að mörkum og hann myndi bara slá út. Þetta er stundum framkvæmt í mælingaverkefni 18 watt út í vélasalnum. Það er tekið í lok annarinnar og hins vegar hérna þá getur verið að við þurfum að jafna straumálægi þegar við setjum blandað álag sem er bæði raunálag og spanálag, þetta tengjum við líka spólu eins og við gerðum með hlutafhóknum hérna í gær að þá byrjaði rafalið 2 að taka allt álagið á sig og sendi miklu meiri straum vegna þess að það þurfti að segulmagna spóluna og við þurftum að auka segulmagnastraumin á R1 til þess að jafna straumálægin á milli þeirra. Þegar við aukum segulmagnastrauminu á R1 þá jókst heildarstraumur R1 og af því að þá fórum við að framleiða launstraum líka með honum en þá dró hinn úr sínum launstraumi því að hann er með sjálfvirka spennustýringu og hún mælir spennuna því að ef að ég eik hérna segulmagnastrauminn á R1 þá er í rauninni að leitast við að hækka spennuna á kerfinu. Það er skynjað í rafala 2 í spennustýringunni þar. Sjálfkrafa þar dregur hún úr segulmagnastrauminn á R2 þannig að spennan lækkar. Tilbaka ef ég ætlaði að mér að reyna að hækka hana með R1 en það bara gerist sjálfkrafa því að R2 sem sagt þar er spennureglir sem að lækkar segulmagnastrauminn á þeim rafala þannig að spennan helst alveg rétt. En rafalið 2 hann stjórnaði algjörlega spennunni og reyndar líka tíðninni vegna þess að hann var knúinn af rafmótor sem var tengdur við hraðastýringu, það sem var reglir, hélt hraðanum
alveg hárréttu, þannig að framleiðir alltaf 50 riða spennu. Heldurunum á sem sagt 1500 snúningum á mínútu vegna þess að hann er 2 pólpara. Þannig vorum við að keyra þetta. Og síðan förum við betur náttúrulega seinna í samförsunna og það allt saman með sömu tíðni, sömu spennu og rétta augnablikinu. Þetta eru þessi 3 atriði sem að þurfa að vera þegar við erum að fasa saman. En í upphafi, ef að við fáum rafala úr viðgerð eða nýr rafal er tengdur inn á svona net, þá þarf að kanna hvort að hann er með sömu fasaröð inn á netið. Það þarf að hafa það alveg hárrétt. Rétta fasaröð frá rafalan inn á net. Þannig að við megum fasan saman við safnteinan hérna. Þá er hægt að gera það ýmist með samfélagsljósunum hérna, til dæmis dimmutengingunni. Ef að ljósin blikka í takt og eru alveg slökkt þegar að vísirinn hérna sýnir rétta augnablikið, þá er rétt fasaröð á innkomandi rafala. Ef ekki, þá þurfum við að víxla fösum frá rafalanum hérna inn á rofan hérna neðanverðu. Önnur aðferð er að tengja tæki sem að sýnir annaðhvort rétt fasaröð eða röng fasaröð. Og ef hann sýnir sem sagt rétt fasaröð hérna fyrir ofan og líka rétt fasaröð hérna fyrir neðan, þá er allt í lagi. Þá megum við líka fasan saman. Eða ef að tæki sýnir röng fasaröð hérna fyrir ofan, tengjum með þessa 3 víra hérna inn á, tengjum svo sömu vírana alveg rétt með sömu röð hérna niðri og það sýnir líka röng fasaröð hérna fyrir neðan, þá er þetta líka allt í lagi. Því að það þarf bara að vera sama fasaröð. Bæði fyrir ofan á safnteinunum og á innkomandi rafala. Þá má fasa á saman. Ef að þið hafið ekkert svona tæki, þá gætið þið notað lítinn rafmótor. Ef hann snýst í sömu snúningsátt, tengið hann bæði fyrir ofan þennan rofa sem við notum til að fasa saman með, bæði fyrir ofan rofan og líka það sem að rafalinn tengist inn á rofan. Ef hann snýst í sömu snúningsátt, tengið hann alveg eins hérna fyrir neðan, fyrir sömu snúningsátt, þá er líka allt í lagi. Þá er fasaröðin eins fyrir ofan rofan og fyrir neðan rofan. Þá er allt í lagi. Við eigum pínulítinn svona mótor sem við getum skoða inn í 106 sem er hægt að tengja fyrir ofan og neðan. Aflrofan sem við notum til þess að fasa saman með. Ljómandi, þetta er aðeins samförsunar búnaðinn, en við förum það líka seinna. Og hérna, hvað eigum við að skoða hérna? Aftátt på nýtni, keisla samfarsarrafala. Já, ok. Aðeins varðandi keislu samfarsarrafalana, að hvað þurfum við að gera, hvaða mæla þurfum við að vera með fyrir framan okkur til þess að jafna raunálagi á milli svona 2 rafala inn á rafkerfi. Ef við þurfum að jafna raunálaginu, eftir hvaða mælu förum við þá? Raunarsmælunum, nei. Það er P, raunaflinu. Já. En ef að við sjáum að þeir eru að framleiða mismunandi straum, þess að launaflið sem þeir eru að framleiða er mismunandi. Hvaða mælum þurfum við þá að fara eftir? Eins og við gerðum í samfélagsæfingunni í gær, þá þurfum við að stilla á straummælana. Þá förum við eftir straummælunum. Þá jöfnum við straummælana. Og hvað vorum við að stilla þá? Þá stiltum við segulmögnunarstrauminn.
á öðrum rafalanum. En aftur með raunaflsframleiðsluna, ef við vælum með 2 dísilvélar hérna, hvernig myndum við, ef þetta væri sem sagt, annað væri kannski með sjálfvirku gangráði og hinn væri með bara olíuverkið sem að væri ekki með gangráði, hvernig myndum við jafna raunálaginu á milli þeirra og værum að skoða raunaflsmælana? Hvernig myndum við jafna raunálaginu á milli þessara 2 ljósavéla? Við sagðum að þessi væri að mæla 5 kW og þessi hérna væri bara á 2 kW til dæmis. Hvernig myndum við jafna það milli? Þessi hérna væri 2 kW en hinn væri á 5 kW. Hvernig myndum við jafna það? Í hvaða stillingu færum við á vélunum? Ef við værum með dísilvélar, þá ferum við í olíugjöfina á þeim rafala sem framleiðir minna. Aukum við þar olíugjöfina, þá framleiðir hann meira raunafl. Þá leitust við að fara á meiri snúningshraða, en hinn er ráðandi í kerfinu, hann er kannski stærri eða ef þetta verður jafnstórir, en samt þá er reglerinn, hann myndi þá laga það, hann myndi þá slá af R2 ef við myndum auka við olíugjöfinu á R1. Eða ef við myndum vera með báða sem sagt alveg handstýrða, þá þurftum við að minnka olíugjöfinu á R2 en auka hana á R1 ef það væru misjafnir, ef það eru alveg handvirkir. Þannig, til þess að breyta raunafli, þá þurfum við að breyta olíugjöfinni eða sem sagt raunaflinu einhvern veginn inn á aflvélina. Við gerðum það með því að hafa hærri spennu, meiri rafafl, raunafl inn á sem sagt frá spennugjáfanum inn á hérna rafmótorinn, jafnströmsmótorinn inn í 106 til þess að hérna jafna raunálagi P. En til þess að jafna launafli Q er launafl, þá skoðum við straummælana og þar stiltum við segulmögnunarstrauminn með því að breyta, sem sagt, að reyna að hafa áhrif á spennuhæðina. En vegna þess að annar rafalinn var með spennuregli, þá dró hann bara úr straumframleiðslunni hjá sér og við gátum jafnað straumálaginu á milli þeirra með því að auka segulmögnunarstrauminn til dæmis á R1. Já, ok, þá erum við búin að fara að rækja í þetta. Allt í góðu. Þetta er þá komið, við erum búin að fara í þessi atriði varandi keyrslu samfangs rafala hérna. Ljómandi, þá farið þið að reikna þessi dæmi hérna. Þá er komin hérna tímadæmi. Þá stoppum við upptökuna.